Fyrstu skráðu lýsingarnar á fluguveiði og flugunýtingum eru frá því 200 eftir Krist. Greint frá því í grísku náttúruriti hvernig veitt var með önglum sem klæddir voru rauðum ullarþræði og vaxlituðum hanafjöðrum. Elstu heimildir sportveiðar með flugustöng og flugu að finna í ritgerð frá 1425, en þar greint frá því hvernig urriði og lax voru veiddir með gerviflugum. Í ritgerðinni má finna nákvæmar lýsingar á 12 flugum sem höfundurinn abbadísin Júlíana Berner mótaði út frá athugunum sínum. Óhætt að segja að ritgerð þessi hafi lagt grunninn að fluguveiði sem íþrótt. Sannur veiðimaður átti að vera hugsjónamaður, heimspekingur og náttúruunnandi og hafa fullkomið vald á íþrótt sinni. Fluguveiðar og flugunýtingar hafa verið stundaðar á Íslandi frá því 1870 þegar Benedikt Jónsson í Laxárdal hóf að kenna mönnum að hnýta flugur. Hann pantaði frá Bretlandi efni í flugur og stengur, fyrstur Íslendinga. Fluguveiðar eiga sér stórskemmtilega sögu sem einkennist af hefðum og sérvitringshætti. Hópur áhugamanna fluguveiðar á leið á norðausturhornið að renna fyrir sjóbleikju í Hofsá. Menn koma mislangt að, sumir alla leið frá Reykjavík. Við afleggjaran út á Vopnafjörð útsýni hvað fegurst yfir Möðrudal. Veðrið frábært og herðubreið gnæfir yfir hásléttuna, eitt fegursta fjall landsins. Bækistöð okkar næstu daga í Syðrivík í Vopnafirði. Í hópnum heimsþekktir bleikjubanar, menn sem njóta lífsins í botn þegar farið í nokkra daga veiðiferð með góðum félögum. Þegar ferðin var undirbúin, var tekin ákvörðun að veiða sem allra mest með eftirlíkingum af fæðuborði Hofsárableikjunnar. Og til að þær yrðu boðlegar, buðum við Engilbert Jensen, besta flugunýtara landsins, að slást í hópinn. Fyrsta verk Engilberts að koma upp nýtingaraðstöðu, en hann annálað snyrtimenni og ber vinnuborð hans vitni það. Hver hlutur á sínum stað og allt innan seilingar. Annar góður flugunýtari og lærimeistari Engilberts, Sigurður Pálsson, einnig í liðinu. Próður Engilberts hefur borist víða og má sjá myndum af honum bregða fyrir í fræðibókum flugunýtingar. Það sem sameinar þennan hóp fyrir utan að hafa gaman af fluguveiðum djúpur og innilegur áhugi fyrir mat og matargerð. Matseðillinn fyrir ferðina var í meira lagi skrautlegur og létu menn sig ekki munum að ná í þurrka svínakjöt frá Katalóníu og kryddpylsur frá Ungverjalandi. Þungamiðja og rauði þráðurinn í máltíðum ferðarinnar þó fiskisúpan. Eftir veglega veislu hnýtir Engilbert fyrstu flugu ferðarinnar, hið þekkta Héraeyra. Oft verða gjöfula flugur til í veiðihúsum. Ein almagnaðasta sjóbleikjufluga landsins, Heimasætan, varð einmitt til fyrir nokkrum árum hér á þessum stað. Flugan sú var gerð úr uppsópi af hnýtingaborði hópsins. Heimasætan sannaði ágæti sitt svo munaði og þykir nú ómissandi í fluguboxið. Það má skipta veiðiflugum í 2 meginflokka. Annars vegar nákvæmar eftirlíkingar af skorkvikindum úr lífríkinu og hins vegar skrautlegar fantasíur sem eiga sér í fæstum tilfellum fyrirmynd úr náttúrunni. Klassísku laxaflugurnar voru margar hverjar hrein listaverk, gjarnan hnýttar og stórar einkrækjur og gerðar úr fjölmörgum fjaðrategundum. Fjaðrir sem í þar voru notaðar sumar ófáanlegar í dag. Í skordýra eftirlíkingarnar notaður efniviður af ýmsum toga. Menn seilast jafnvel í handavinnukörfur eiginkvenna og mæðra.
Nei, maður náttúrulega búinn að gera nokkur 100 stykki af þessu. Það svo hjörða? Fluguveiðimenn allan heim kusu hérairar flugu aldarinnar. Þá maður bara að meta svona í söðulitunum. Fyrsta morguninn höldum við niður að Ósi. Við skiljum Engilbert eftir við vikið sem þekktur veiðistaður og keyrum að klettunum fyrir ofan Ósinn eftir Sandeyri sem nú á þurru. Sjávarfalla gæti nokkra kílómetra upp með ánni og á háflóði fer allt þetta svæði undir vatn. Sagt að fyrsti landnemi Vopnfirðinga hafi siglt skipi sínu inn Hofsárós þegar hann nam hér land. Eitt víst að þeir gerast ekki mikið stórfenglegri árásarnir. Bleikjan stórskemmtilegu fiskur að eiga við. Í árósum þar sem hún vatnar sig fyrir gönguna í ána oft handagangur í öskjunni og virðist á engu skipta hverju kastað fyrir hana. En svo setur hún í lágagýrin, eltir og snýst við fluguna en tekur ekki. Eina ráðið að skipta nógu oft flugur og ef það dugar ekki, setjast á stein, leggja frá sér stöngina, slappa af og fylgjast með listflugi múkkans. Eitt jákvætt við fiskleysið. Það ekkert sem truflar fluguköstin sem maður æfir aldrei nógu oft. Nú allt að fara á kaf og ég færi mig aðeins ofar. Hér verði ég var og hann á. Það fara stækkandi sko. Þetta nýgengin silfurslegin sjóbleikja og það var heimasætan sem freistaði. Eftir þetta hressilega skot liggur leið okkar upp á efra silungasvæði árinnar, að Fellsil, miklum og næstum fullkomnum veiðistað. Þegar líður á sumar fyllist tilurinn af fiski og hér gerast ævintýrin á góðum dögum. Veðrið ákjósanlegt, hiti og logn og það iðar allt af lífi í lofti og vatni. En hún treg. Eitthvað gerum við ekki rétt og þá bara að skoða betur í boxin. Þetta fluga sem ég hannaði út af þessu sem var virt á það. Stærð, lögun, litir. Lirfan við botn eða á leið upp í yfirborðið á næsta stig eða hangir hún í yfirborðinu við það að fljúga upp. Allt skiptir þetta máli þegar velja á flugu
svo ekki sé talað þegar fiskurinn í þessum ham. Sennilega hittum við báðir á réttu fluguna, því allt í einu brjáluð taka. Við lofuðum veiðifélagunum fisk í pottinn, þannig að allt þetta eins og eftir bókinni. En svo kemur að því að nóg veitt. Það komið kvöld þegar við rennum í hlað í Syðrivík. Félagarnir eru komnir heim fyrir nokkru og segir fátt að veiði. Nema hann tók einn urriða þarna. Já, núna þið fisklausir. Já, þeir eru fisklausir. Það bara lítið fiskur í ánni. Við vitum fisk á 2 stöðum, það það sem við vitum. Já, við erum ekki búin að finna neitt með þetta. Flottalegi fiskar að éta. Já, það. Það var fullt af nýjum fiskjarni í dag og við sáum það alveg. Þegar við fórum í land við Pálmi, þá voru komin svona nálægt tjörnum. Já. Hvenær tókstu þetta úr fiskinum? Engilbert skoðar þar sem bleikjurnar og felsil höfðu verið að éta og þar kennir ýmissa grasa. Mikið af kattisum. Með rauðurlefnarna? Hvað það? Flugan sem stoppar í loftinu og lafa niður lappirnar á henni? Já, galdra, hvað heitir hún? 7 tegundir af þessar ætt. Eða var ég að vakna vartamæri? Nú þetta fiðrild eitthvað. Nokkra tegundi fiðrilda og toppfluga á meðal þess sem að bleikjan hefur gripið í yfirborðinu. 4 kattisar hérna. Pröfum fullt af strímurum og alls konar flugum og alls konar litum og kostuðum á fiska sem við sáum svona blikka í ánni sko. Það var alveg nýjir. Þegar menn hafa skipst á upplýsingum ástandið í ánni komið að því að matreiða bráðina. Undir borðum segi ég félagunum frá reynslu minni af Lónsá, lítilli sjóbleikju og sjóbirtingsá á norðanverðu Langanesi, en þangað hafði ég farið í nokkra ferðir fyrir sumarið. Áin fellur grösugar engjar og tún að sjávarlóni þar sem gætir falla. En neðan þess stuttur spotti að ósi. Fátt líkt með Hofsá og Lónsá, nema hvað þær hafa báðar þessa fínu bleikjustofna og sjóbirting í nokkru mæli. Að einu leyti hefur Lónsá afgerandi forskot á allflestar veiðiár á Íslandi, en það sveigjanleiki hvað varðar veiðitíma. Það draumur allra veiðimanna að fá að ganga út í nóttina,
einhverjum dýrlegasta tíma sem hægt að hugsa sér til veiða. Þó þessi vatnslitla á beri það ekki með sér við fyrstu sýn að vera mikil veiði á. Þá upplifunin önnur. Hér fiskur út allt. En frá minningum miðnæturveiðar að hnýtingaborði Engilberts, sem hnýtir eftir forskrift náttúrunnar. Þessi fluga, svo listilega nýtt, vorflugupúpa í miðri myndbreytingu og hefur þessi útfærsla Engilberts farið sigurför heiminn. Fyrr daginn, þegar hlé var gert á veiði við Fellshil, velti Engilbert við steinum og athugaði lífríkið í leit að fyrirmyndum. Þetta eru hylki. Næsta morgun erum við komnir á efra sílungasvæðið og enn leikur veðrið við okkur. Áður en við hefjum veiðar setjumst við niður og skoðum veiðivestið hans Berta, sem hann kallar jólatréð. Hérna dót sem við finnst alveg nauðsynlegt að hafa. Hnífur til að gera að og lítill pundari til að vigta, þú viltu vita hvað hann ef þú bókar það sem þú veiðir. Brýni til að brýna öngla og rétta þá líka við begglast og svona. Nýtist einnig þegar maður að nýta lykkju á tauminn. Lítil svona töng til að halda á þurrflugum. Mjög nauðsynlegt. Hér svona gúmmí til að setja gitnið í eða tauminn ef hann krumpast hjá þér. Þú getur gert hann beinar með að strjúka honum í gegn. Silikón fyrir flugur sem hanga í yfirborðinu og þurrflugur og lítið vasaljós. Gott í ágúst þegar það fer að dimma kvöldin og töng og náttúrulega flugur, hitamælir. Hérna er ég með taumaveski, mjög gott, getur haft allavega tegundar á taumum, flot, sökkvandi, marga tegundir. Og lítið box fyrir lífsýnatökur. Ef þú ferð undir steina og nærði í einhverja pöttur og ferð með þær heim og setur það bara í vatn og nýtir svo eftir því.
töng sem er mjög snöðsilegt að hafa. Ef öngull skildi fara í hörund manna þá er hægt að klípa og öngulinn í sundur. Og svo er lífsýnaháfur sem við erum með. Ég er svo gott að hafa hann bæði til að fanga á fiðrildi og svona alls konar dót og líka í vatninu. Nú hefur flugan sem hnýtt var eftir fyrirmyndin af steininum hlotið eldskírn. Falleg hofsárbleikja tók mig látum leið og flugan datt í vatnið. Rimman er stutt, enda er það stíll Engilberts að draga viðureignirnar aldrei á langinn. Og nú hefur flugan góða fengið vísan stað í fluguboxi meistarans. Þið sjáu tengjúra. Það er vonlaust að verða nokkuð tíman fullnuma í fluguveiðifræðum. Þegar við teljum okkur hafa komist að niðurstöðu hegðun fiskana og viðbrögð við lofthita, skýjafari eða lit, lögun og stærð á flugum, þá skyndilega gerist eitthvað sem breytir útkomunni og það þarf að hugsa allt upp á nýtt. Stundum leggur þú fiðrildi eða mýflugu eftirlíkingu á vatn þar sem hver goggurinn við annan sýpur ætið en lítur ekki við hinni. Þá er kannski nóg að minnka fluguna eitt númer. Stundum hugsa ég hinn vitiborna fisk. Þennan erfiða sem við sjáum en lætur eins og við séum ekki til. Þennan með reynsluna sem jafnvel búin að lenda á öngli í nokkur skipti. Þessari skemmtilegu veiðiferð er lokið en búið að bóka viku að ári. Þá verða fleiri flugur hnýttar og prófaðar, veisluborð hlaðin og íkjusögur sagðar af mönnum og fiskum. Ekkert getur komið í veg fyrir það.